á Ólafsfirði mikil hefð fyrir því að halda vel upp á sjómannadaginn. Segðu mér aðeins frá því. Já, hérna á Ólafsfirði, eins og þú segir, áratuga hefð fyrir að halda sjómannadaginn hátíðlegan og þetta hefur alltaf í gegnum tíðina, í mínu minni allavega, verið mikil hátíðisdagur og hér koma bæjarbúar saman til þess að gleðjast og líka til að minnast því að sjómannadagurinn skapaður í kringum minningu sjómanna líka og við höfum haldið því mjög vel á lofti en við gleðjumst líka og erum með gríðarlega flotta dagskrá og í ár erum við að byrja hér á föstudegi. Þá hérna útsending, hér útvarpsþáttur á FM 95 blöð og 16 ára dansleikur í Tjarnarborg kvöldið sem ekki mikið hérna á þessu svæði að séu 16 ára dansleikir. Það var hérna áður fyrr en við reyndum þetta í fyrra og þetta tókst mjög vel og við ætlum að halda þessu áfram. Og síðan það laugardagurinn byrja bara snemma og það keppt í ýmsum greinum, bæði í golfi og skotfimi sem ekki kannski svona hefðbundið en síðan höldum við mjög fast í okkar rótgrónu hefðir. Við keppum í kappróðri og reiptogi eða trukkadrætti núna. Síðan keppti björgunarsundi og stakkasundi og við keppum sjálfsögðu knattspyrnu, sjómenn og landmenn. Þessar keppni sem að telja upp hérna mjög rótgrónar. Það búið að keppa í stigakeppni sama verðlaunagripinn síðan 1955, svokallaða Alfreðsstöng og til bækur alla sem hafa keppt síðan 1955 og unnið þennan grip sem þykir eftirsóknarvert að vinna á sjómannadaginn. Nú við með skemmtisiglingu fyrir alla sem vilja í boði Rammans og hefur verið svo í mörg ár og við erum með hérna útiskemmtun í Tjarnarborg á laugardagskvöld þar sem koma fram skemmtikraftar og það músík og sjómannadaginn sjálfan hefst dagurinn á hátíðamessu, skrúðgöngu til kirkju og þar heiðraðir sjómenn fyrir langa starfsferil og síðan hefst útiskemmtun aftur við Tjarnarborg og þar leiktæki fyrir börnin og mikið húll og hæ og síðan náttúrulega ómissandi kaffisala hérna Slysavarnardeildar kvenna og síðan á sunnudagskvöldið og þar kem ég inn á því að við erum mjög rótgrónir í hefðunum að við höfum ekki fært þetta eins og margir hafa gert að færa aðalskemmtun yfir á laugardagskvöldið. Við höldum okkur bara við sjómannadaginn, þá okkar skemmtun og hún í íþróttahúsinu og hefur verið það síðustu ár. Þetta orðið stórt og mikið batteri og þar við með bara frábæra skemmtikrafta. Pétur Jóhann veislustjóri hjá okkur og Auddi og Steindi fá að haga sér eins og þeim sýnist og Ari Eldjárn, hann kemur með sitt uppistand, búinn að vera hjá okkur lengi og bara svona eiginlega orðinn okkar heimamaður og við erum með mat frá bautanum og svo erum við með stórhljómsveit, söngvarana Matta Matt og Regínu Ósk og Magni Ásgeirs og við erum að bjóða sjómönnum bara hérna á svæðunum í kringum okkur því að það ekki mikið að vera á sjómannadagskvöldi sjálft, við vitum það, en hérna erum við með stórskemmtun og það allir velkomnir hérna. Það bara tilhlökkun í mönnum hérna? Það tilhlökkun bara, þetta bara skemmtilegt og þetta og hefur verið lengi ein stærsta hátíðishelgi ársins hérna hjá okkur, sjómannadagurinn, það taka allir þátt í þessu. Þetta svæði bara byggist í kringum útgerð, sjósókn og fiskvinnslu, það bara það sem við lifum á.